Viska til frelsis, 31. kafli, að hjálpa öðrum. Þegar þú ert vaknað til sjálfsmeðvitundar og byrjaður að sjá í gegnum blekkingarnar allt kring og þann ótta og vanlíðan sem þær skapa innra með okkur, færðu mikla löngun og köllun til að hjálpa öðrum að upplifa slíkt hið sama. Að upplifa Guðs orkuna í líkamannum og kærleikann í hjartanum. Þú færð mikla löngun til að hjálpa þínum nánustu að upplifa það sama og þú hefur öðlast og færð að upplifa. Þú kemst fljótt að því að það erfitt verk og sérstaklega með nána ættingja og vini. Sá sem ekki tilbúinn ekki móttækilegur fyrir handleiðslu og leiðsögn þó svo að þú skynjir mikla breytingu á þeim sem vaknaðir eru til meðvitundar. Viðkomandi skynjar orkuna án þess þó að gera sig grein fyrir því hvað þetta er. Hann upplifir vellíðan í nærveru hins vaknaða. Þannig hjálpar þú þeim sem ekki eru tilbúnir að hefja sína andlegu för. Allt hefur sinn gang og tíma en þú byrjar að skilja för sálarinnar og veist hvar fólkið í ferlinu sem í kringum þig. Þú lærir að greina það hvernig fólk talar og hegðar sér. Svo muntu einnig upplifa að sumir af þínum nánustu eru löngu vaknaðir án þess að þú gerðir þig grein fyrir því. Flestir byrja því að sjá blekkingarnar allt kring áður en þeir fara inn á við og ráðast í hina innri vinnu, að frelsa sálina frá blekkingum og ótta. Vekja sálina upp og leyfa henni að blómstra og stjórna lífi frá degi til dags. Síðan muntu hitta það fólk sem tilbúið og mun það sogast að þér í leit að aðstoð og handleiðslu. Þá miðlar þú af þinni reynslu og upplifun sem þú gekkst í gegnum á þinni för. Sá sem tilbúinn meðtekur allt sem þú segir og með margar spurningar í upphafi sem fara fækkandi eftir því sem líður á förina. Að lokum hefur viðkomandi náð að tengja sig við visku sálarinnar og alls sem og spurningunum svarað frá hjartanum. Þegar þar komið hefur öllum spurningum verið svarað, allt augljóst og auðskilið. Skilningurinn á mannfólkinu, lífinu og tilverunni dýpkar jafnt og þétt og viðkomandi fær yfirsýn og skilur og skynjar hvar hver og einn í sínu ferli. Þannig öðlast maður umburðarlyndi og tilbúinn að hjálpa öðrum þó svo að viðkomandi eigi það til að vera fjandsamlegur í viðmóti. Hinn vaknaði hefur skilning og tilbúinn að hjálpa viðkomandi út úr þessari vanlíðan. Lífinu fylgja þjáningar og vanlíðan sem hafa áhrif á framkomu fólks og hegðun í garð annarra. Því það oft á tíðum þessir einstaklingar sem þurfa mest á hjálpinni að halda. Kærleiksríkt viðmót og nærvera mikil hjálp því viðkomandi byrjar að skynja orkuna sem streymir frá þér og fer að líða betur og þannig dreifist kærleikurinn manna á milli. Þú hjálpar öllum þeim sem þú hittir og umgengst með orku þinn og viðmóti og hefur einnig áhrif á umhverfið þitt og mannlíf. Stundum nóg að vera til að láta gott af sér leiða. Þú verður gangandi fyrirmynd annarra sem í kringum þig eru. Hver og einn sem vaknað til sjálfsmeðvitundar finnur sinn farveg í að hjálpa öðrum því leiðirnar margar. Sumir eru til staðar og miðla orkunni til annarra með nærveru sinni, aðrir miðla upplýsingum öðrum til framdráttar með orðum eða skrifum og aðrir miðla orku sinni til annarra með heilun og fyrirbænum. Það misjafnt hvað hentar hverjum og einum en allt leiðir að sama marki að hjálpa öðrum að vakna til sjálfsmeðvitundar og öðlast dýpri skilning á sjálfum sér og öðrum. Opna augun fyrir sannleikanum og hjarta sitt og líkama fyrir Guðsorkunni, það æðsta markmið hverja manneskju hér á jörðinni.